svona einhvern veginn. Gunnar, þú stóðst uppi sem sigurvegari á Sauðárkróki og talaðir eftir þá keppni að þú hefði farið að venjast bílnum mjög vel. Nú mætir á nýjum bíl, af hverju? Já, það var bara þannig að pabbi bauð mér, hann á þennan bíl, ég menn í láni á honum. Hann bauð mér að ef ég myndi vinna rally síðast, að þá fengi ég henni lánaðan. Og þetta er líka mjög góður bíl og mjög sterkur og öflugur, þannig að til að vera öruggur þá valdi ég að fara á þessu. Er þetta engin áhætta heldur að skipta bíl á miðju tímabili? Það er það sko, en þetta er nýrri bíl, þannig að ég er að vona að hann bjóði upp á nútímalega aksturseiginleika og miðað við bílinn sem ég er að keppa úti, að þá er ég að búast að þessi sé svona mitt á milli hans og bílinn sem ég var á síðast sko. Þannig að það kemur í ljós í dag hvernig ég svona finn bílinn og svo er bara flatt átt. Nú annar aðstoðarökumaður líka? Já, en í þetta skiptið er ekki nýr aðstoðarökumaður. Ég er búinn að keyra með bara aðstoðarökumönnum sem ég bara komið til viku fyrir keppni og hoppað inn í bíl hjá mér, þannig að ég er mjög þakklátur fyrir það sko, en hún er komið með kóara sem ég er mjög vanur að vinna með. Við erum að keppa oft úti og við erum búin að stúdera nóturnar hjá okkur mjög vel, þannig að nóturnar eru núna hjá mér alveg 100%. Og hvernig á að haga akstrinum? Er þetta full færð frá fyrstu sérleið? Nei, alls ekki. Pabbi sagði að rispa ekki í bílinn sko, þannig að þetta verður svona rólegt bara fyrsta daginn og svo, já, þetta er bara spurning hversu hratt ég get orðið þægilegur, ég get verið að líða þægilega í bílnum og það er bara að reyna að gera það sem fyrst. En eins og þú talaðir síðan, þú varst, já, það var orðið þægilegt í Subarunum fannst þér, er þetta ekki algjör óþarfi að vera að skipta bíl? Þú leiðir nú Íslandsmótið? Já, jú, ég veit það ekki, mér finnst gaman að keyra þessum bíl og það er fínt að breyta til. Kemur í ljós kannski í kvöld hvernig staðan er? Já, kemur í ljós. Gangi þér vel. Takk. Gunnar, sprengdir á Djúpavatni? Já, því miður. Þetta gekk rosalega vel helminginn á leiðinni, en svo þegar við vorum hálfnaðir þá komum við smá hæð og það var steinn innan í beygjunni og gott að við sprengdum aftan, þannig að við gátum klárað. En tapaðir talsverðum tíma? Jú, tapaðir þessi tíma, en við erum í 5. sæti held ég, þannig að þetta er ekki búið sko. Gangi þér vel á morgun. Takk fyrir.
Gunnar, dast út á miðjum degi, hvað var að? Já, það var bara óheppni, eins og þetta gekk nú frábærlega framan af. En ég fór minni mig úr öðrum gír í þriðja og hann greip hann ekki. Bíllinn fór í þriðja eða gírsnúðurinn fór í þriðja en ekkert gerðist sko. Svo í fjórða og ekkert gerðist og núna hann bara fastur einhvern veginn. Þannig að Náðu að gera við þetta í nótt og mæta á morgun? það er annað hvort það eða bakka restina. Við erum með bakkinn ennþá sko. Ég ætlum að kíkja á þetta og svo kemur bara ljós hvað við gerum. Hvernig var tilfinningin að horfa þinn eigin bíl keyra fram hjá þér, þú stopp út í kanti? Það var ekki góð tilfinning. Sérstaklega náttúrulega þú leiðir Íslandsmótið. Já, og þessi bíl hefur reynst mér mjög vel, þessi Subaru, en maður hélt að þessi væri allt í hann nýpreppaður og allt sko, en þetta getur svona gerst fyrir hvern sem sko. Auðvelt að vera gáfaður eftir á? Já, nákvæmlega sko, en það er alveg ekki búið og Raggi þarf að klára til þess að ná mér í stigum, þannig að við sjáum hvað gerist. Vonandi gengur betur næst? Já, vonandi, takk. Gunnar, þriðji með 2 leiðir eftir, nærðu að ná fyrsta sætinu og þar með titli? Það er allt hægt, en við erum búin að bara ströggla með hraða í dag. Við veitum ekki alveg af hverju, við erum komin á ný dekk núna og þá að sjá bara hvað getum gert sko. Það þýðir ekkert full ferð? Já, algjörlega.